Þegar hún byrja að frekju að kvaka, erfitt að vita hvað til bragðs á að taka. Ertu með innkaupalistan, pabbi? Ég með hann hérna. Hann langur núna. Ég vona nýjar netusmjörið og sultan séu bæði á listanum. Og bláa tómatsósan. Blá tómatsósa? Ég hef aldrei séð bláa tómatsósu. Húnarnir fylgjast vel með þessu. Og vilja kaupa það. Muniði hvað við töluðum áðan. Við ætlum bara að kaupa í matinn. Ekkert suðum dót og svoleiðis. Skiljiði það? Ha? Ekki byrjar það vel, sýnist mér. Vá, regnbogadraugar. Vá, sjáðu þetta, sísta. Það hægt að fá njósnadót. og limmiða. Má ég fá njóstaradót, mamma? Má ég fá limmiða? Hvað vorum við að tala á leiðinni? Já. Ég man það ekki. Við ætlum ekki að kaupa dót. Komiði nú. Nei, þetta sniðugt. Þetta góð hugmynd. Hvað góð hugmynd? Það búið að koma fyrir gámum hérna, svo við getum gefið til ýmissa góðgerðamála. Þið ættu kannski að hugsa að gefa barnaspítalunum eitthvað gamla dótin ykkar. Nei, hvað þetta? Ó, Sjáðu, nýji súkkulaðibirnir. megum við fá. Gerðu það. Þið vitið svarið. Skilið þessu? Þá það. Já, Ég sé að þessi verslunarferð verður nákvæmlega eins og allar hinnar. Súkkulaði birnir. Tvær hunangskrukkur. Tvær? Það er bara ein á listanum. Við borðum svo mikið hunang, elskan. Þú borðar svo mikið hunang, elskan. Ég held að ein krukka dugi. En þessi hér. Pabbi. Já, það. Það er alveg satt sem sagt er innkaupin. Maður á aldrei að fara svangur út í búð. Vá, flott! Sjálflýsandi diskar. Maður getur kastað þeim í myrkrinu. Má ég fá hann? Nei, ég var að segja það við þig hérna rétt áðan. mamma, pabbi, má ég fá þetta? Epli, auðvitað. Takk. Varlega, þú skemmir það. Þetta er ekki alvöru epli, pabbi. Ávaxtabolti. Flott, ha? Það er líka hægt að fá appelsínur, perur og banana. Heyrðu, ef hún má fá þetta, þá má ég fá þetta. Heyriði mig nú. Þið fáið ekkert. Það er ekki jól og það er ekki gjafadagur. Svo þið getið skilað þessu strax. Gjafadagur. Hvenær er hann? Hann er ekki til. En eins og þau láta, þá mætti halda að hann væri alla daga. Sjáðu allt nammið. Ég veit. Hvað var maður að velja? Spurðu mömmu hvort við megum fá. Nei, þú. Nei, spyr þú. Við bæði. Já. Mamma, megum við taka eitthvað? Já, já. Ég glemdi að taka gólftuskur. Þið megi skjótast og ná ég pakka þeim fyrir mig. Þetta var gaman. Einmitt. Við vorum allan þennan tíma í búðinni og keyptum bara mat. Býttu við. Góðan dag. Fáið ykkur yndislega kettlinga. Kannski getum við ennþá fengið dót, sista. Komdu, kíkjum. Sætir, mjúkir og eru rifnir út. Rifnir út. Svo mikið drasla þeir rifni í tætti. Ég ætla að fá einn. Ég líka. Gjörið svo vel. Æðislegi. Svo fallegir. Bíðið hæg. Við ætluðum ekki að kaupa dót. Alveg rétt. Muniði hvað við vorum að segja áðan dót. En það var þegar við vorum í búðinni. Það var áðan. Þeir eru svo sætir.
það gera það, megum við fá þá? Ó, gerið þið það. Leifið þið þeim að fá kettlinga. Ó, pabbi, ég er svo óbúslega glöð. Ó, hvað hún er sæt með kettlingin. Hvernig er hægt að neita þennan kettling? Ó, það. Þakka þér fyrir og hafðu það gott. Þakka þér. Takk, pabbi. Takk, pabbi. Ó, af allri fáránlegri og skammarlegri hegðun, ég hef aldrei á ævinni lenti í öðru eins. Það er satt. Og við hefðum ekki átt að láta þetta eftir þeim. En þessir birnir stóðu og gláftu á okkur. Við verðum að tala alvarlega við þau. Brói, Systa, Já, pabbi. komið inn í stofu. Það er fjölskyldu fundur. Það gengur bara ekki upp að reyna bara að fá eins mikið dót og maður getur. Frekir húnar sem hugsa bara um sjálfan sig verða aldrei glaðir. Vitið af hverju? Nei. Því það er aldrei hægt að fá allt sem hann langar í. Skiljiði það? Já. Og það er mikilvægt að hugsa um aðra, ekki bara sjálfan sig. Já. Við skiljum. Gott. Ó, afi og amma eru komin. Komiði sæl. Hvað komið þið með? Já, eru með gjöf? Ég trúi þess ekki. Þið heilsið ekki einu sinni. Jæja, upp í herbergi. Þið fáið engar gjafir í viku, í mánuð, í ár. Ertu þreyttur, sonur sæll? Ég byggðist afsökunar á frekjunni í þeim, en brói og systir að gera út af við okkur með frekjunni í sér. Alveg ótrúlegt. Ótrúlegt, já. Ég hef kynst þessu. Ég trúi því. Ég rekni ekki með að þau séu eitthvað skárri við ykkur. Ég var reyndar að tala um þig. Mig? Var ég svona frekur? Var pabbi frekur? Já, það er því miður rétt. En það lagaðist sem betur fór. Ég man þegar það lagaðist. Ég líka. Ég var í versluninni hjá honum Rúfussi. Við vorum að versla og þá fórst þú að suða. Þú varst með svo mikið læti út af leikfangabíl að við skömmuðumst okkar. En svo við vorum út af kettlingunum. Og pabbi skammaðist sín. En þið létuð ekki undan mér. Jú, við gerðum það nú. Nú, Þú fékkst reyndar þennan leikfangabíl. En þegar við vorum að fara, tókstu eftir fjölskyldu sem átti varla fyrir mat handa sér. Þegar þú sást þau held ég að þú hafði farið að hugsa. og ég gaf litla húninum bílinn minn, það man ég. Æ, en falleg saga. Jáhá. Úps. Fyrirgefðu hvernig við létum. Ég vildi að við getum byrjað hennan dag upp á nýtt. Já, við getum byrjað hluta af honum aftur. Komdu nú út fyrir. Allt í lagi. Ó, hver er komin í heimsókn? Sjáuði bara. Afi og amma. Sæl afi og amma. Sæl afi, sæl amma. Komiði sæl. Gaman að sjá ykkur. Já, og ef þið eru með pakka, getið þið bara geymt þá, því við hugsum ekki svoleiðis. Takk. Jæja, við skulum drífa þetta af. Mundur eftir að skrifa... Já,
Ég skrifaði hunang. Bara vera viss. Við skulum vinna saman svo þetta gangi vel hjá okkur. Ó, nei. Hvar eru þau? Eru þau eitthvað að drolla? Passaði á mamma og pappa. Varúð, vegatálmi! Brói, þú mátt ekki vera með þennan bíl hérna. Allt í lagi. Við Brói ákvaðum að gefa eitthvað dót til barnaspítalans. Nú á einhver eftir að gera læknana alveg brjálaða. Ég held að húnarnir séu loksins hættir með þessa frekju. Ég held það líka.